Gjörðu svo vel, mín kæra. Takk. Predikun. Góðan dag og gleðilegan konudag, kynsystur. Þetta annað árið í röð sem ég hef verið beðin að tala hér í kirkjunni á konudag. Í fyrra voru það öflugir kvenleiðtogar og börn í vanda sem ég fjallaði Nú langar mig að vera á aðeins persónulegri nótum og segja ykkur frá merkum konum í mínu lífi. Amma, Guð ósýnilegur, sagði Hjörtur Kristján, dóttursonur okkar liðna helgi. Hann hafði fengið að gista hjá okkur og við höfðum vaknað snemma og hlustuðum á morgunbænina á RÚV. Þá komu þessar dýrmætu setningar. Amma, Guð á 2 heimili, upp í himninum og í kirkjunni. Mér setti hljóða stund og ég skrifaði þetta niður. Mikið var gott að vita hans einlægu trú á ósýnilegan Guð sem hér með okkur í kirkjunni í dag. Guð sem leiðir, hlustar, blessar okkur, sama hvað gengur á. Það eru 5 ár í dag síðan mér hlotnaðist það að verða amma. Hjörtur Kristján 5 ára í dag. Eitt það besta hlutverk sem mér hefur verið falið í lífinu. Ég hef algjörlega elskað það frá fyrsta degi og finn ekkert betra en þegar ég finn litlar hendur í lófa eða kaldar tær undir sænginni, svo ég minnist nú ekki á alla gullmólana sem segja svo margt. Sagt hefur verið að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Og vissulega það rétt, en það vandasamt að vera fyrirmynd ómótaðs einstaklings. Vera leiðandi og hvetjandi í orðum og gjörðum, en líka setja mörk og halda reglu. Ólík erum við öll og mismunandi hvað þarf að gera fyrir hvert barn. Þá skiptir baklandið miklu máli. En því miður hafa ekki öll börn gott bakland. Foreldrar jafnvel ekki færir að sinna sínu hlutverki og þá þarf að senda þau í fóstur og oft til vandalausra. Ábyrgð fósturforeldra mikil og eins ábyrgð leikskóla og grunnskóla líka mikil. Það þarf að vera vakandi fyrir því þegar pottur brotinn og eitthvað ekki í lagi. Á liðnum vikum og mánuðum hefur þjóðin setið agndofa fyrir framan skjáinn við höfum fengið fréttir af illri meðferð á börnum á fósturheimilum. En í dag enn fjöldi barna í fóstri á Íslandi. Einnig hafa verið fréttir af meintri misnotkun á börnum í leikskólum borgarinnar nú árið 2026. Hvað að? Því eru þau ekki örugg í sínu umhverfi? Hver og hvað hefur brugðist? Þekkja þau sinn ósýnilega Guð? Við getum svo miklu betur. Ég þekki þennan málaflokk nokkuð vel, enda starfað á neyðarmóttökunni og skoðað börn í barnahúsi árabil. Og í vinnu minni sem fæðinga- og kvensjúkdómalæknir hef ég allt of oft séð afleiðingar af misnotkun í æsku eða öðru kynferðisofbeldi. Það vakti því furðu mína að fyrrum forstjóri Barnaverndarstofu skyldi firra sig allri ábyrgð á þeim ofbeldisbrotum sem ungu mennirnir í fóstri í Bakkakoti hafa lýst. Til hvers eru yfirmenn slíkra stofnana? Það sem fer úrskeiðis á þeirra vakt á þeirra ábyrgð, jafnvel þó þeim sé ekki kunnugt það. Það ábyrgðarhlutverk að sitja í barnaverndarnefnd og það þarf að velja gaumgæfilega það fólk sem tekur að sér að taka börn í fóstur. Það má ekki vera fjárhagslegur ávinningur af því að fóstra börn, heldur ást og kærleikur og vilji til að gera líf þessara barna betra í þeirra þrengingum. Og hvernig stendur á því að þegar fósturforeldri hefur gengist við því að leggja hönd á barn í sinni umsjá, ekki kærð og málið ekki rannsakað. Heldur fær viðkomandi bara fleiri börn í fóstur, fleiri fórnarlömb. Það hlýtur að vera að einhverjir í nær umhverfi þessa fósturheimilis og þessara drengja hafi vitað eitthvað var að. En það var bara auðveldara að segja ekkert og gera ekkert.
Okkur öllum ber skylda til að tilkynna mál þar sem okkur grunar að eitthvað sé að. Gerendur, hugur ykkar og langanir eru sjúkar. Leitið ykkur aðstoðar, ekki eyðileggja líf barna sem bíða þess ef til vill aldrei bætur, með því að svala girndarþorsta ykkar. Við getum sem samfélag miklu betur. Verum vakandi, sperrum eyrun, tökum niður sólglerugun og hlustum á börn og látum þau njóta vafans ef grunur vaknar ofbeldi. Tilkynnum málið, hringjum í 112. Mig langar á þessum konudegi að kynna fyrir ykkur þær merku konur sem hafa mótað mig og gert mig að þeirri mannesku sem ég er í dag. Móður mína er þar fyrsta til að nefna, en hún kenndi mér seiglu og eljusemi og hvatti mig áfram við nám og störf. Kenndi mér að elta draumana og trúa á eigin getu. Þegar ég fæddist fyrir tæpum 60 árum síðan, ég veit það hljómar fáránlega, mér finnst það vera 30, þá var hún útivinnandi, vann í Landsbankanum og fæðingarorlof voru ekki eins og þau eru í dag. Því fékk hún móður systur sína, hana Rósu Guðmundsdóttur, hjúkrunarkonu, vildi aldrei láta kalla sig hjúkrunarfræðing, en hún var hætt störfum að gæta mín. Hún var fædd 1899, sama ár og þessi kirkja var stofnuð og ólst upp að Ásgerðarstöðum í Hörgárdal undir Hraundranganum, Hörgárdalsmegin. Hún var ógift og barnlaus, hafði ferðast töluvert og hafði víða sýn. Ég minnist ferða með henni í Hallgrímskirkju þar sem hún var með mola í veskinu svo ég sæti nú kyrr undir predikun prestsins. Hún tók strætó til að sækja mig á sunnudagsmorgnum og fara með mig í sunnudagaskóla í hverfinu mínu. Hún hlustaði á upplestur Passíusálmanna á RÚV og útvarpsmessuna ef hún var ekki þegar í kirkjunni. Hún þekkti sinn ósýnilega Guð. Hún kynnti mig fyrir nýjungum í mataræði og heilbrigðu líferni og hefur eflaust haft töluvert áhrif á starfsval mitt. Ég minnist þess að við fórum hringinn í kringum Ísland þegar ég var unglingur, ég held ég verið 15 ára. Ég var langyngst og hún var langelst að verða níræð. Ömmurnar mínar og nöfnur, þær lögðu líka lóð sín á vogarskálina í uppeldi mínu. Föðuramma mín, Sigurlaug Margrét, í Hörgslandskoti var traustið mitt þegar ég dvaldist þar ung. Og móðuramma mín, Ósk Ebba Guðmundsdóttir, mótaði mig mikið með sinni hæglátu en öruggu framgöngu. Hún kendi mér ungri að elska Davíð Stefánsson og ljóðin hans þegar hún raulaði yfir pottunum Til eru fræ. Hún reyndar breytti síðasta erindinu úr Til eru ljóð sem lifna og deyja í senn og lítil börn sem aldrei verða menn í Til eru ljóð sem lifna og deyja í senn og lítil börn sem verða góðir menn. Magnaðar ömmur sem ég átti, þær veittu mér traust og öryggi, þær þekktu sinn ósýnilega Guð. Nokkra dýrmæta kennara verði ég að nefna, og það er fólk hér inni sem þekkir þá, en þeirra innlegg í mótun barna er vanmetið. En góður kennari er gull fyrir hvern nemanda að mínu mati. Í Víðistaðaskóla var það Sigrún Hauksdóttir sem kenndi okkur Elli, fyrstu 3 ár skólagöngunnar. Og svo tók Dómhildur Sigurðardóttir sem nú er nýlátin og hún kendi okkur í Lundarskóla þegar ég flutti norður og við Sigga vorum þar saman í bekk. Í Glerárskóla var það svo Sigurlína Gísladóttir, bóndadóttir úr Skagafirði sem kendi mér líffræði og kveikti örugglega þann neista að mennta mig í þeim fræðum. Í menntaskólanum, Sigga, ég var að rifja það upp, það voru engar konur sem kendu raungreinar okkur. Það var reyndar einn raungreinarkennari en ekki okkur. Þær kendu okkur bara dönsku og þýsku. Í læknisfræðinni, Þórdís, þar voru nokkrar einstakar fyrirmyndir sem kendu mér og höfðu mótandi áhrif á mitt líf. Og mig langar fyrst að nefna þar Katrínu Fjeldsted heimilislækni, sem mig langaði svo að líkjast. Og Margrét Guðnadóttir sem kendi okkur veirufræði hún var í forystusveit í vísinda-
og veiru rannsókna á Íslandi. Kristrún Benediktsdóttir var líka merkileg og merkileg kona, en hún kenndi meinafræði. Í Skotlandi kynntist ég mjög öflugum og sterkum karakterum sem voru konur og þurfti að standa þar upp í stéttaskiptingu og miklu misræmi milli karla og kvenna. Þóra Fischer, sem fyrsti íslenska konan sem var sérfræðingur í kvensjúkdóma og fæðingarhjálp á Landspítalanum, hún hafði mikil áhrif á mig og kenndi mér margt þegar ég kom heim alveg blaut á bak við eyrun. Og hún var einn af stofnendum Barnahúss ásamt Jóni Kristinssyni barnalækni og ég tók svo við af henni þar þegar hún lét af störfum. Eina konu að lokum verð ég að minnast á, en hún hét Ágústa Sigurjónsdóttir og hún var ammans Hjartarmagna. Hún var fædd líka 1899, sama ár og Fríkirkjan var stofnuð. Hún varð yfir 100 ára gömul og afrekaði það þá að lifa á 3 öldum. Geri aðri betur. Hún var hæglát, nákvæm og reglusöm. Og í kökuboksunum raðaði hún smákökunum þannig að það var eins og listaverk. Hún hafði látið aðra dóttur sína, móðir hans Hjartarmagna, í fóstur til mákonu sinnar sem ekki auðnaðist eignast barn. Hún bar þann harm í hljóði. Hún þekkti sinn ósýnilega Guð. Ég tengdi svo sterkt við þessa konu frá fyrstu kynnum að frumburður okkar Hjartar heitir Ágústa Ebba í höfuðið á ömmunum okkar. Já, bakland barna skiptir máli og það dýrmætt að geta litið öxl og rifjað upp þessar kvenfyrirmyndir mínar hér á konudaginn. Það að heyra að ömmudrengurinn minn þekki ósýnilegan Guð sem býr hér í kirkjunni meðal annars gleður mig. Við getum leitað til hans þegar eitthvað bjátar á og það höfum við Hjörtur Magni þurft að gera nú að undanförnu. Þá gott og lífsnauðsynlegt að eiga ósýnilegan Guð sem leiðir okkur og styrkir í öldurót til lífsins, því lífið alls konar og brekkurnar misbrattar. Við eigum að vera sterkar fyrirmyndir og vernda börn og tryggja umhverfi þeirra. Þorum að þekkja ósýnilegan Guð og þá farnast okkur vel. Að lokum, talandi ljóð og Davíð, þá hef ég farið að fikta svolítið við ljóðagerð á undanförnum árum sem ég veit ekki alveg að hverju kemur til mín og ef ég gríp þau ekki strax þá hverfa þau. Og þetta kom hérna að morgni dags eftir að Hjörtur hafði gist og það var svo ótrúlega falleg sólarupprásin. Ég veit ekki hvort ef við tekið eftir austurhimni undanfarna daga, það stórkostlegt. Það hljómar svona. Ósýnilegur Guð. Við sólarupprás í austurhimni, í bleikum geislun morgunroðans, ég skynja sterkt ósýnilegan Guð. Í ógnar umferð lífsins, allir að flýta sér, ég kalla á ósýnilegan Guð. Í bænum barnanna betri tíð, minna stríð, meiri frið, ég bið ósýnilegan Guð. Í kvöldroðanum á göngu, köld golan kveður lag, ósýnilegan Guð. Í nætur dansi norðurljósa nótt. Allt hljótt, ég finn ósýnilegan Guð. Í bænum mínum og þínum birta og von, í vissu ósýnilegan Guð. Takk fyrir.